Þú ert nýtekin við sem formaður og fórst bara strax í það að fara að hitta félagsmenn. Hvernig hefur það gengið? Það hefur bara gengið mjög vel og það sem skiptir náttúrulega máli að því að Landssamband eldri borgara er tæki fyrir félag eldri borgara á hverju sveitarfélagi, að það skiptir náttúrulega máli að heyra hvað það er sem að félagsmennir, fólki í landinu, vill að Landssambandi geri, skýra út fyrir mál sem að eru í vinnslu og svona hvernig framtíðin geti litið út, og þetta eru mjög gefandi fundir og til dæmis fundir sem eru að koma bara beint af hingað í þessa upptöku hér á Akureyri með kannski 250 manns og fjörlegum umræðum en góðum anda. Það er mjög mikil vitaminsbraut og hvatning líka að finna þann meðbyr sem að eldri borgarar eru með og jákvæðni til að gera vel og að þjóðfélagi geri vel við þá. Já, þetta var bara fundur hér rétt áðan á Akureyri. Þú ert búin einmitt að vera á Norðurlandi. Þú búin að heimsækja mörg félag? Það eru 16 félag eldri borgara á Norðurlandi og á þessu ári erum við búin að heimsækja þau öll. Við vorum að klára það raunverulega hringinn á Dalvík í morgun. Vegna á Akureyri vorum við í janúar líka stórt félag hér og við reynum að koma hér 2-3 ári. Hvað er það sem brennur á eldri borgurum? Já, byrjum hérna til dæmis á Norðurlandi. 40.000 manns eru 67 ára og eldri og í þessum hópi er náttúrulega að finna sko bara öll tilbrigði mannlegs lífs, aðstöðu, búsetu og bara alls þess sem lífið hefur að færa. Ef að það er eitthvað eitt sem brennur á núna, þá er það óánægja með það að það skuli ekki liggja fyrir yfirlýsing til þess frá fjármálaráðherra það að bætur almannatrygginga skuli hækka eins og lægstu laun. Það var krafa landsfundarins okkar í vor að bætur hækstu eins og lægstu laun. Fjármálaráðherra hefur sagt að bætur áramót muni hækka 8,9% samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem hann leggur fram. En að svo hækkun kom ekki fyrir en áramót, en við viljum að svo hækkun komi fram frá 1. maí eins og kjarasamningarnir, þannig að menn nái almannatryggingabótunum upp í 300.000 kallinn 2018 eins og lægstu launin eru. Við viljum hafa samjöfnu þar á milli. Hvers virði er það og hvaða þýðingu hefur það að eldri borgarar hafi það sæmilegt? Eldri borgarar eru náttúrulega bara hluti af þessu þjóðfélagi og munurinn sá á þeim og kannski öðrum að þetta er fólk sem hefur lokið vinnuþátttöku, þeir eru á seinustu skrefunum í vinnuþátttöku og það að hætta að vinna, það er bara heilmikið mál fyrir þjóð eins og okkar, þar sem við erum vön að vinna bara alveg frá unga aldri og það er náttúrulega ekkert atvinnuleysi. Þannig að það að þegar að fólk hættir að vinna, þá er svo rosalega mikil breyting í lífinu og þá þarf fólk að fara að hugsa bæði sjálft sig og hvað er að fást við upp á nýtt. Þú missir vinnustaðinn, þú hefur ekki eitthvað ákveðið starfsheiti, vinnufélagarnir svona er ekki eins hópur eins og var. Sumir kallmenn til dæmis, þeir hafa aldrei komið sér upp neinum áhugamálum og það eru til dæmis félög eldri borgara eins og félagið í Ölfusi sem sérstaklega gerir sérstök prógram fyrir kallmenn til þess að laða þá að starfi og virkja. Hvað er það vegna þess að vinnan tók allan tíman í lífi þeirra? Það má geta sér þess til að vinnan hafi verið það mikill hluti af lífinu að menn hafi ekki farið í mikil áhugamál. En þú nefndir þarna að það er ákveðin óánægja með hluti og auðvitað er það eðli kannski mannsins að segja frekar frá þegar illa gengur og þegar eitthvað vantar, en finnur þú fyrir einhverju ánægju, einhver breyting, viðhorfsbreyting? Finnur þú fyrir slíku? Ef við bera þetta saman við þá fundi sem að voru haldnir svona fljótlega eftir hrunið, þá er miklu meira jafnvægi ef fólki heldur en þá. En þá náttúrulega varum líka miklu meira ójafnvægi í þjóðfélaginu almennt. Já. Þetta hefur fólk áhyggjur af sinni afkomu þegar getur ekki lengur unnið fyrir launum. Og þetta eru 4 stoðir sem eru tekjum eldri borgara, það er almannatryggingakerfið, það er síðan lífeyrissjóðakerfið og það er stærsti tekjuþáttur eldri borgara í dag sko. Síðan er það sveitarfélögin sem að ber að styðja þá eldri borgara eins og bara aðra íbúa sína sem ekki geta framfært sig sjálfir. Og svo er það náttúrulega bara það sem hver maður svona hefur getað sparað eða á og það virðist skipta mestu svona hag fólks, hvort fólk á skuldlaust húsnæði eða ekki. En þetta er kannski nú 68 kynslóðin eiginlega að verða komin á þennan aldur, ekki satt. Finnurðu
þetta velmenntuð þjóð sem við erum með og kannski þessi kynslóð ekki síst, þessi 68 kynslóð. Finnurðu mun á viðhorfum fólks? Hún er ekki alveg komin inn bráðlega. En þá hún er næsti hópurinn sem kemur inn sko. Já. Og það er ekki vafi á því að þá munu viðhorfum breyta sko. Þetta er náttúrulega kynslóð sem var mjög rokkin með sjálft sig. Þetta er fyrsta kynslóðin sem ferðast alla heim. Þetta er fyrsta kynslóðin sem almennt tala kann tungumál og þetta er miklu veraldarvanari og sjálfsörugar kynslóð heldur en fyrir kynslóðir og það er ekki vafi á því að það að eldast í framtíðinni mun þýða meiri fjölbreytni í íslensku þjóðfélagi, meiri fjölbreytni í starfi eldri borgara og fram eftir götunum. Einfaldlega því að þetta fólk hefur bara aðra lífsreynslu. Þið hafa verið að álykta allt mögulegt eins og heilbrigðismál og með þess að nýjan Landspítala. Þið sko félög eldri borgara hafa sjálfsögðu skoðanir á öllum mögulegum málum og eru álykta það. Og það eitthvað sem að þið haldið áfram að gera og láta ykkur þjóðmálin varða að öllu leyti? Við látum okkur hagsmunamál eldri borgara varða og það er náttúrulega ljóst að auknum aldri fylgir auknir sjúkdómar. Þannig að til dæmis að öruggur rekstur Landspítalans hefur skiptir eldri borgara máli, svo sem eins og aðra landsmenn. En þannig að við höfum verið með ályktanir undanfæri misseri til þess að styrkja og efla starfsemi Landspítalans. Meðal annars hefur tekið undir þá hugmynd sem Páll Matthíasson, forstjóri Spítalans, hefur viðrað að þegar nýr Landspítali er risinn að húsnæði Landspítalans sem var gamli Borgarspítalinn, að það verið tekið sem miðstöð öldrunarlækninga á Íslandi vegna þess að, ef að svo fer fram sem horfir, þá er náttúrulega öldruðum að fjölga kannski hlutfallslega hraðar heldur en flestum öðrum aldurshópum á Íslandi. Já. Hvað ferð að gera næst? Þú ert núna búin að fara Norðurland, hvert stefnuru núna? Í næstu viku þá fer ég á Suðausturlandið, á Djúpavog og Hornafjörð. Er þetta ekki gaman? Jú, þetta er gaman. Já. Og þú ætlar að vera í þessu áfram? Já, ég var kosin til 2 ára núna í vor og ég ætla að reyna að gegna því tímabili vel og svo kemur það bara ljós hvað landsfundur vil gera eftir 2 ár. Verða einhverjar áherslu breytingar sem þú sérð í þinni tíð? Já, það er ein áherslubreyting sem við raunverulega byrjuðum með fyrir 2 árum og hún er það að stofna öldungaráð í sveitafélögum og það er að norrænni fyrirmynd. Og það gengur út af það að sveitafélagið sem á sinna margþættri þjónustu fyrir eldri borgara og félög eldri borgara stofni sameiginlegt ráð, formlegt ráð sem að hittist nokkrum sinnum á ári þar sem menn ræða þá þjónustu sem eldri borgarar fá eða fá ekki, hvað maður vilja breyta, hvernig maður vilja þróa. Og við byrjuðum með þetta átak fyrir svona rúma ári síðan og það eru komin öldungaráð í 10-12 sveitafélögum. Það er verið að undirbúa það í minnstakosti sama fjölda í viðbót og sennilega fleiri. Þannig að þessari hugmynd hefur verið mjög vel tekið. Það er að segja sveitafélagið og félög eldri borgara að hafi samstarf. Og það er líka að gerast og hefur gerst á undanfarnum 2 árum á landsvettvanginu þannig að Landssamband eldri borgara hefur fyrst og samband við velferðarráðuneytið sem er fyrir með öldrunarmál og þar er til dæmis samkomulag það að velferðarráðuneytið fjallar ekkert málefni eldra fólks í starfshópum eða nefndum nema að Landssambandið tilnefni þar aðila inn og svo venja hefur myndast á Alþingi að þegar verið að fjalla frumvörp eða þingsályktunartillögur sem varða eldri borgara að þá fær Landssambandið eða óskað eftir því að það gefi umsagnir mál. Þannig að við erum alltaf við borðið og það er mikil breyting frá það sem var kannski bara fyrir 10 ára. Þetta er svona verið að þróast en hefur verið svona á hraðara skriði kannski núna. Endar þetta náttúrulega kannski afsprengi þeirra umræðu lýðræðislega þátttöku fólks í eigin örlögum, ef við getum orðað þannig. Takk fyrir þetta og gangið þér sem allra best. Takk fyrir.